Agnes með ykkur í dag og ég er komin hingað inn til að segja ykkur frá nýjasta beautyboxinu sem heitir Ljómandi beautyboxið. Í þessu boxi eru 6 vörur, hvorki meira né minna, en þetta er ótrúlega veglegt og fallegt box eins og alltaf. Og að sjálfsögðu fylgir bæklingu með sem ég mæli með að þið kynnið ykkur, en hér eru allar upplýsingar um vörunar og notkun þeirra. Þannig ég mæli með að lesa alltaf vel bæklingin sem fylgir. En mér langar líka að segja ykkur það að þangað til næsta box kemur út sem er í júní er 20% afsláttur af vörunum sem er í boxinu. Þannig það er að gera ef þið að prófa nýja vöru eða einhver vara sem þið elski í boxinu að nýta sér það afsláttinn og kaupa sér aftur vöruna eða jafnvel fleiri vörur eða þið fílar þær eða allar eins og í mínu tilfelli. Það fyrsta sem langar að sýna ykkur er þessi maski frá Glam Glow sem heitir Supermud og er einn vinsælasti hreinsimaskinn í heiminum. En hann inniheldur meðal annars 6 ávaxtasýrur og kol sem gefa okkur þessa góða hreinsun. En af því hann inniheldur sýrur þá er mjög mikilvægt að við notum sólarvörn í að lágmarki viku eftir við höfum sett hann á. Maskan má að sjálfsögðu bera á allt andlitið en við mælum með því að byrja á litlu svæði í einu, sérstaklega þeir eru ekki vön að nota ávaxtasýrur. En maskin er líka tilvalinn til að nota á staðbundnar bólur eða til dæmis á grímusvæði sem við erum öll að díla við svolítið óhreinindi núna, eða ég held að flestir kannast við. Ég ætla að skella maskanum á svokallað T-svæði sem er hérna ennið, nefið og hakan og maskin á að bíða í 5 til 20 mínútur en við verðum svolítið bara að meta svona og sjá hvað húðun okkar þolir. Ég ætla að bíða í svona 5 til 10 mínútur og sýna ykkur svo fyrir og eftir. Nú þegar maskin er búin að bíða á í 7 mínútur ætla ég að fara að taka hann af en þið sjáuð alveg óhreinindin koma út úr húðinni, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. En næsta verð sem þetta sýna ykkur er nýtt merki hjá okkur í Beautybox en það er Bioderma. En í boxinu er prufa af ótrúlega vinsælu micellarvatni frá þeim sem er ótrúlega milt og ferskt og hentar okkur svona allra viðkvæmustu og ertir ekki neitt. En þetta má nota bæði á húðina og augun að þetta er ótrúlega mildur hreinsir. En ég ætla að taka hann bara hérna í smá bómull og einfaldlega strjúka yfir og eins og þið sjáuð þá bara fer þetta beint af og það þarf ekkert að nudda. Þetta er bara rétt svo strýkur maður yfir. Þá er ég búin að hreinsa maskan af með micellarvatninu frá Bioderma og eins og þið sjáuð þá er húðin vallarauð og nú er ég með mjög viðkvæma húð sem segir bæði það að micellarvatnið er ótrúlega gott og hentar mér og minni húð ótrúlega vel, svona viðkvæmin húð sem við á til að verða mjög rauð og að maskin er alls ekki of sterkur ef við bara bíðum stittra og vinnum með lítil svæði í einu. En húðin er ótrúlega ljómandi og mjúk og mér líður mjög vel í henni. Þá er komið að næstu vöru sem er ástæðan fyrir þessu henglaða hausnum á mér en næsta vara er í fullri stærð og eru neyðarskot eða Pure Shots frá Lee Stafford og eru svona lítil hylki sem að innihalda prótein, kreatín og silki. En það sem er ótrúlega magnað við þetta er að eitt svona hylki er nóg fyrir allt hárið. En þessi hylki eru ótrúlega sniðug fyrir hár sem hafa verið mikið meðhöndluð, eru svolítið veikburða og vantar svolítið á svona endurbyggja hárið. En þetta er algjörlega mögnuð vara og við berum hann í rakt hárið frá miðju og út í enda. Einfaldlega með því að snúa hérna toppnum, þá opnum við hylkið og leggjum það svo í lófan og eins og við sjáum þá er sko nóg í hverju hylki en það er eitt hylki nóg fyrir allt hárið. En ég ætla að bera það hérna í rakt hárið og ég nutta bara lófanum saman. Byrja hérna í miðju hárinu, renni svo fingrunum í gegnum það og alveg út í enda. Og eins og við sjáum þá er ég ekkert búin að greiða mér hárið og ég er nú vön að þurfa að greiða það ótrúlega mikið og ég sko renn í gegnum hárið. Eins og þið sáuð þá ákvað ég að blása svo hárið eftir að ég var búin að bera það í og ég held ég verði bara að segja að hárið mitt hefur aldrei verið jafn mikið líf í því. Það er alveg svona vel puffað en ég hef með mjög flatt hár og ótrúlega mjúkt og ég þurfti bara varla að greiða það sem hefur bara aldrei gerst. Þá er komið á húðinni og næsta vara í boxinu er litað dagkrem frá Clarins sem við erum að elska. En þetta er svona gelkennd formúla og veitir rosalega létta þekju, góðan raka og fallegan ljóma. En ég ætla að bera kremið á með fingrunum og það kemur svona aðeins litað úr túpunni. Mér finnst best að nudda því og hita aðeins á milli puttana og einfaldlega bera það svo á eins og gott krem. Og þið sjáu vonandi fallega litin sem kemur en þetta er ótrúlega létt. Næsta vara í boxinu er frá lúxusmerkinu Bobbi Brown en þetta er lúxusprufa af kremaðum augnskugga í blýantsformi
en liturinn heitir Golden Bronze og ég sett hann hérna á annað auga svo þið getur séð litinn. En það sem svo frábært við þessu augnskugga hvað þeir eru ótrúlega mjúkir og auðveldir í notkun en þeir alveg bara renna svona á. Eins og sjáu þessi litur ótrúlega fallegur. En þeir koma bæði í möttu og með smá sanseringu en þessir augnskuggar eru vatnsældir þannig að mælum með góðum augnfarrinsi þegar þeir hreinsið á af. Þá komið að síðustu vörunu í beautyboxinu en það Lifter Gloss frá Maybelline í fullri stærð. Hann lit 002 og heitir Ice en eins og sjáu þá gefur hann ótrúlega fallegan glans. Ég setti hann á mig einan sér en hann einnig ótrúlega fallegur með smá varablýant eða jafnvel yfir aðra varaliti. En þessi gloss inniheldur hyaluronic-sýrur og gefur okkur þennan góða raka en margir kannast einmitt við hann á TikTok eða öðrum samfélagsmiðlum en það ekki ástæðuleysu, hann búinn að vera svona ótrúlega vinsæll. Jæja, þá við búin að fara yfir þær 6 vörur, húð, hár og snyrtivörur sem að ljómandi beautyboxið innihélt að þessu sinni. En að sjálfsögðu fylgdi súkkulaði með líka. Í þetta skipti var það mjólkursúkkulaði með djúpum frá Freyju sem ég get ekki beðið eftir að smaka. En við minnum á að þangað til næsta beautybox kemur út sem í júní 20% afsláttur af öllum þessum vörum inn á beautybox.is.